En í kvöld ætlum við að halda áfram að fjalla verksmiðjuna Becromal, en eins og við greindum frá í gær, sýna gögn og sýni sem Kastljósið aflaði að fyrirtækið losar margfalt meira magn af vítisótamenguðu vatni í sjó en heimilt er, sem getur haft alvarleg áhrif á lífríki í Eyjafirði. Umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir verður gestur þáttarins, en hún vill herða viðurlög við mengun fyrirtækja. Við heyrum einnig í forstjóra Umhverfisstofnunar sem segir mögulegum refsiverða háttsemi að ræða hjá Becromal og að stofnunin muni taka til athugunar hvað megi betur fara við eftirlit með fyrirtækjum. En fyrst að málum Becromal. Umhverfisráðherra vill herða viðurlög við mengun fyrirtækja og finnst að Umhverfisstofnunin þurfi að skoða það gaumgæfilega að breyta verklagi við eftirlit með mengandi starfsemi. Háttsemi eins og Becromal hefur sýnt megi ekki endurtaka sig. Helgi Seljan ræddi við Svandísi Svavarsdóttur umhverfisráðherra í dag. Já, Svandís, velkomin í Kastljós. Takk. Bara aðeins þín viðbrögð við þessum fregnum af því að þetta starfsleyfi hjá þessari aflögnuverksmiðju hafi verið þverbrotið samkvæmt þessu áliti í Umhverfisstofnunar í morgun. Það er náttúrulega mjög alvarlegt mál því að starfsleyfi er ákveðið samkomulag milli umhverfisyfirvalda og rekstraraðila. Það sem gert ráð fyrir að rekstraraðilinn uppfylli tiltekin skilyrði og þegar samningur er brotinn þá er það alltaf vont. Og þarna í þessu tilviki þá er það rekstraraðilinn sem að brýtur mjög herfilega eins og maður orðið komast á starfsleyfinu og mér fannst það svona umhugsunarefni þegar framkvæmdastjórinn gær í Kastljósinu talaði svona nánast eins og að fyrirtækið héldi sínu striki þar til Umhverfisstofnun brygðist við því að það er ekki þannig, þetta er tvíhliða samningur og fyrirtæki ber fyrst og fremst gríðarlega ábyrgð og síðan er eftirlitsskyldan á hendi Umhverfisstofnunar. En er ekki samt eitthvað skakt við það að þetta hafi verið látið viðgangast svona lengi? Að eftirlitið hafi ekki í raun gripið í taumana því það kemur í ljós að þetta hefur verið í ólestri í tæp 2 ár. Já, nú eftir því sem að mér skilst og ég hef náttúrulega fengið aðeins upplýsingar það í seint í gærkvöldi og í morgun að þá hefði þessi niðurstaða legið fyrir við reglubundið eftirlit strax núna 1. maí. Þannig að í raun og veru við erum að flýta þessum viðbrögðum að því þetta varðar. Ég fæ líka þær skýringar að ekki sé gerðar fullar kröfur vegna þess að fyrirtæki sé ekki komið á fulla siglingu. Ég fæ líka þær skýringar að venjulega sé farið inn í fyrirtækin þannig að fyrirtækin séu látin vita fyrirfram en ekki þannig að það sé fyrirvaralaust. Mér finnst þetta allt saman eitthvað sem að þarf að skoða og ég þarf að fá bara á því svona nánari skýringar. Þetta er náttúrulega ákveðið svona vinnulag sem að viðgengst eða tíðkast hjá Umhverfisstofnun sem ég veit að stofnun er með til stöðurar endurskoðunar. Hvað finnst þér það sjálfur? Bara til dæmis þetta að þeir fá að starfa og setja frá sér þessi efni í 1,5 ár áður en að þeir láta Umhverfisstofnun vita sem þá þarf að bregðast við. Er það ekki svolítið óeðlilegt? Jú, mér finnst það mjög óeðlilegt og mér finnst í raun og veru það sem að stendur upp úr og þegar ég horfði á Kastljósi hjá þér í gær var í raun og veru það að við erum að upplifa í fyrsta lagi bara mjög mikið meiri vitund almennings og fjölmiðla mengun á Íslandi. Við höfum alltaf verið þeirrar skoðanir að haldið að við getum nánast hagað okkur eins og okkur sýndist að því við værum hérna með hreint vatn. Við værum með hreint loft og við þyrftum eiginlega ekkert að hafa áhyggjur af því hvernig við höfum okkur. En smám saman er vitundin að verða meiri og þetta er dæmið það og ég held að þetta sé ég meina atvinnulífið þarf að axla sína ábyrgð af starfsleyfunum og starfsleyfi þýðir raunverulegur samningur. Og ég var að hugsa það raunar núna í morgun hvort að við ættum ekki að freista þess að reyna að styrkja þessa valdheimildir í lögum þannig að við séum í raun og veru með sektarheimildir sem við erum ekki með núna. Nú höfum við í raun og veru ekki fjársektarheimildir heldur bara við gefum þessa fresti og áminningu og svo framvegis sem að getur auðvitað enda með því að aðilarnir eru sviptir starfsleyfinu en mér finnst komið til greina að herða þetta í lögum og það er eitthvað sem ég mun fara yfir með Umhverfisstofnun. Finnst þér eðlilegt sem yfirmanni þessara eftirlitsstofnunar að hún láti vita af því þegar hún kemur í reglubundið eftirlit? Mér finnst það svona efni, mér finnst það en stofnunin hefur verið með ákveðnar skýringar á því sem eru þessar að viðkomandi sé viðstaddur og upplýsingarnar liggi fyrir. En ég held raunar að bara svona eins og gefur að skilja að eftirlit það sem að maður er látin vita fyrirfram er öðruvísi heldur en þegar komið er að manni óvörum. Og ég sé það og heyrði það á forstjóra Umhverfisstofnunar að stofnunin hyggst auka slíkt eftirlit þar sem að komið er fyrirvaralaust
og ég vænti þess að þessi uppákomu verði til þess að bæta úr því. Sko Náttúruverndarsamtök Íslands kölluðu eftir því í morgun að Ríkisendurskoðun verði í raun látin sko útvíkka þessa stjórnsýslu úttekt sem á að framkvæma vegna þessara díoxínmála sem komið hafa upp. Finnst þér það koma til greina? Að það verði skoðað þetta í allt þetta samspil eftirlits og þessa iðnaðar í landinu, hvernig það almennt að fúnkera? Já, sko mér finnst full ástæða til að skoða þetta allt saman í samhengi. Nú veit ég ekki sko hversu langt Ríkisendurskoðun komið með sína úttekt á þessu díoxínmáli, þannig að ég þarf að hafa samband við Ríkisendurskoðun það, þannig að það auðvitað veltur á því hversu langt skoðunin komin, en mér finnst það sýna ákveðin þrótt hjá Umhverfisstofnun núna hversu snöfumannlegum bregst við, þannig að þar augljóslega metnaður og vilji til þess að gera vel í þessu máli. Þannig að þér finnst ekki endilega sjálfgefið að það verið gerð einhver úttekt á störfum Umhverfisstofnunar út frá dæmunum í þessum máli til dæmis? Sko, mér finnst ég vil ekki útiloka í þeim efnum. Ég vil bara skoða þetta í samhengi við það hvernig úttekt Ríkisendurskoðunar er stödd. Sko með það viðhorf sem hafa komið fram hjá forsvarsmönnum Verksmiðjunnar svona til þessa starfsleyfis bendir ekki margt til þess að það sýni einfaldlega að þetta eftirlit sem að Umhverfisstofnun á auðvitað hafa, að það hafi bara alls engan í raun fælingamátt, að menn líti þetta svolítið bara láti þetta svolítið í létturúmi liggja þetta starfsleyfi. Sko ég held að þetta sé almenn áminning það að Íslendingar umgangast mengunarmála mikilli léttúð og það eins og ég sagði áðan ekkert sem við getum leyft okkur ef við ætlum að halda áfram að markaðsetja og selja Ísland eða þessa ímynd sem Ísland sem svona hreint og dásamlegt land og jákvæðan vettvang fyrir iðnað eða atvinnuuppbyggingu. Við náttúrulega getum ekkert gert það ef við stöndum okkur ekki betur heldur en 100%. Og þá á ég fyrst og fremst við þau fyrirtæki sem að jafnvel eins og þetta fyrirtæki sem sagt notar þessa ímynd sem hluta af sinni markaðssetningu, að þá verður það fyrirtæki að standa sig betur heldur en starfsleyfið gefur til kynna og betur heldur en 100% vil ég mér að segja. En hvað finnst þér þá þá sem segja og vilja benda á að sko, með við það sem þetta dæmi sýnir sem það augljóslega að fyrirtæki geta komist upp með það að brjóta starfsleyfi í frekar langan tíma, að þar með sé ekkit endilega örugt með öll önnur starfsleyfi sem gefin út og jafnvel fyrir miklu meira mengandi innan þetta? Já, eins og ég sagði áðan, sko, mér finnst að þetta vera eitthvað sem við þurfum að herða í lögunum og ég held að sko, það þurfi í raun og veru öflugri fælingamátt inn í löggjöfina heldur við erum með núna, sem að oftar en ekki einhvers konar sektarákvæði, einhvers konar möguleika til sterkari þvingunarúrræða og sterkari inngripa umhverfisyfirvalda sem að þarna í þessu tilviki Umhverfisstofnun, því að það augljóst eins og þú bendir á og það bæði þannig að framkvæmdaraðilinn sko lítur einhvern veginn ekki hlutverk sitt nægilega alvarlegum augum þarna og nú veit maður ekki hvernig það almennt þegar um að ræða mengandi starfsemi og síðan hefur Umhverfisstofnun kannski ekki nægilega sterk úrræði til þess að halda mönnum efni, þannig að það augljóst að hvort tveggja þarf að skoða sinn gang og mér finnst þetta mikið umhugsunarefni fyrir atvinnulífið í landinu vegna þess að það jú eitt af því sem mikilvægast í möguleikunum á nýrri atvinnuuppbyggingu, það það að við gerum það í krafti þessarar sterku hreinu ímyndar sem að Ísland hefur og þá fylgir það því að við þurfum að vera til sko einstakrar fyrirmyndar að því varðar meðvitund mengun. Sko það ekki mörg ár síðan að markaðsskrifstofa iðnaðarráðuneytisins reyndi að selja Ísland erlendis með undir því fororði að hér væri ódýr orka og hvað ég segja, tiltölulega léttvæg umhverfislöggjöf. Hefur eitthvað breyst í því? Já, það nú ýmislegt sem hefur breyst í þessu. Við erum til að mynda með núna í þinginu frumvarp sem umhverfisábyrgð sem beinlínis það að sá aðili sem veldur tjóni á umhverfinu, honum ber að greiða fyrir það tjón og það í raun og veru sko í fyrsta skipti sem að þessi meginregla umhverfisréttarins sem að mengunarbótareglan, það að segja sá sem mengar borgar, sett inn í íslenska löggjöf. Þannig að það ýmislegt sem að við erum að laga og bæta í löggjöfinni, það tekur tíma. Mengunarlöggjöfin eitt af því sem þarf að huga að, en hún svona
kannski dálítið hefðbundin rammalöggjöf og við festum þetta meira og minna bara í þessum starfsleyfum. Það er svona þessi máti sem hefur verið farin á Íslandi og mér var meira að segja bent á það að það stendur hvergi í mengunarlöggjöfin íslensku að það sé óheimilt að menga. Þannig að þetta er svolítið sérstök löggjöf, en þetta er eitthvað sem við erum að styrkja. Við erum að styrkja náttúruverndarlöggjöfina, við erum að innleiða Árósasamninginn og við erum að vinna að þessu stigastigi, en ég þarf að vera dálítið mikið lengur ráðherra til þess að klára það. Þakka fyrir komuna í Kastljós, Svandís. Takk. Umhverfisstofnun telur Becromal hafa brotið gegn 3 greinum starfsleyfisins og hefur gefið fyrirtækinu frest til 4. apríl til að skila áætlunum umbætur. Þá segir forstjórinn til skoðunar að grípa til enn frekari aðgerða enda sé mögulegum refsiverða háttsemi að ræða. Svavar Halldórsson ræddi í dag við Kristínu Lindu Árnadóttur, forstjóra Umhverfisstofnunar. Nú þetta fyrirtæki verið starfandi frá því hitti fyrir að svo virðist sem að það hafi aldrei allan þann tíma farið fullkomlega eftir því sem starfsleyfi segir til Er ekki ástæða til harðari aðgerða? Já, við erum auðvitað búin að senda þeim núna ákveðið bréf þar sem við segjum til það hvaða aðgerðir við munum grípa til núna. Í því bréfi kemur jafnframt fram að Umhverfisstofnun sé jafnframt að íhuga aðrar aðgerðir. Þar til þess að því sé nú haldið til haga. Þannig að þetta er ekki lokapunkturinn á málinu af Umhverfisstofnunar hálfu. Við vildum bara koma þessu máli strax í ferli vegna þess að við tókum þetta mjög alvarlega. Enda sérstæðu því við fórum strax á staðinn og fórum yfir þau gögn sem við fengum og tókum ákvarðanir í kjölfarið, en Umhverfisstofnun er ekki búin að ljúka máluna sinni hálfu. Hvaða aðrar aðgerðir að ræða? Við höfum náttúrulega ákveðnar þvingunar aðgerðir sem við getum gripið til. Við getum auðvitað áminnt fyrirtæki, við getum sett á dagsektir og það eru auðvitað lokun líka sem er úrræði sem við getum gripið til og það má jafnframt taka það fram að refsiverða háttsemi geti jafnframt verið að ræða. Þegar fulltrúar hafa komið frá Umhverfisstofnun til að skoða fyrirtæki þá hafa gert boð á undan sér svona eftir á að hyggja. Heldur það hafi verið rétt aðferð, ekki síst í ljósi þess að þegar eftirlitsmennirnir komu án boðs í gær að þá komu þessi brot í ljós? Ég held að í þessu tiltekna tilviki hefði það ekki skipt öllu máli vegna þess að það er símæling í gangi og það þarf ekkert annað en að fara yfir þau gögn til þess að sjá hvað er að gerast. Þannig að hvort sem... Af hverju hefur það ekki verið gert í 2 ár? Já, eins og ég segi, við vorum að bíða eftir því að fá þessa umhverfisskýrslu sem átti að berast okkur núna fyrir 1. maí. En ég endurtek spurninguna, það eru 2 ár frá því verksmiðjan fór á stað, það er símæling í gangi segiru. Af hverju hefur þetta viðgengist í 2 ár að það verið að dæla þarna menguðu vatni út í Eyjafjörð? Eins og ég sagði áðan, eftirlitið fer fram með ákveðnum hætti. Það er búið að fara í eitt svokallað byrjunar eftirlit þegar verksmiðjan var nú í raun og veru ekki farið af stað. Síðan er farið þetta eftirlit árinu 2010 þar sem farið er yfir ákvæði starfsleyfisins með fyrirtækinu og ítrekuð ýmis skilyrði. Við vorum síðan að auðvitað bíða eftir að það að fyrirtækið færi yfir þessar mengunarmælingar og senda okkur þessa skýrslu. Með það sem við vitum í dag, finnst þér eftirlitskerfið hafa verið í lagi þegar þetta hefur viðgengist í nokkur misseri, svona eftir á að hyggja, myndirðu vilja breyta þessum aðferðum? Ég vil náttúrulega fyrst og fremst taka það fram að fyrirtæki hefur mjög ríkar skyldur. En það fer ekki eftir þeim og þegar fylgjast með því að það er eftir þeim? Það er algjörlega hárrétt, en við komum náttúrulega ekki inn á eftirlit einu sinni á ári. Þurfum við ekki að gera það oftar? Er ekki augljóst að fyrirtækið gerði ekki það sem það átt að gera? Þið áttu að fylgjast með því að þeir gerðu það, en þið fylgdust ekki með því og fyrirtækið komst upp með þetta? Eftirlitsskyldan gagnvart þessu fyrirtæki er það er gert ráð fyrir eftirliti einu sinni á ári. Sum fyrirtæki fá eftirlit 2 á ári, önnur annað hvert ár og svo framvegis og þetta er bundið í reglugerðum. Við höfum síðan auðvitað heimildir til þess að fara í auka eftirlit ef okkur grunar eitthvað eða við bara ákveðum að fara í auka eftirlit. Og það er auðvitað hægt að líta tilbaka og skoða atvikið eftir á, en við munum auðvitað læra